Góðan daginn, ég heiti Freysteinn Sigmundsson. Ég ætla að fá að kynna fyrir ykkur grunnnám í jarðfræði. Hvað snýst það og hvers vegna það svona svakalega spennandi. Grunnnám í jarðfræði, það í því námi þá fáið þið gott yfirlit yfir jarðvísindin og traustan fræðilegan grunn með notkun undirstöðugreina, svo sem eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði. Og jarðfræði, hún fjallar myndun og samsetningu jarðar, eldgos og jarðskjálfta, myndun og horfun jökla, umhverfisbreytingar, fjarkönnun og margt fleira. Jarðfræðin tekur á ýmsum hagnýtum hlutum, svo sem jarðhita, auðlindakönnun, mengun, grunnvatni og á undanförnum árum þá hafa rannsóknir á hnattrænum loftslagsbreytingum innan jarðfræði verið mjög mikilvægar. Hvað snýst námið? Þetta 180 eininga nám, 3 ár, líkur með BS gráðu jarðfræði. Skyldunámskeið eru stór hluti námsins sem leggja grunna þessari fræðilegri þekkingu sem svo mikilvæg. Við verðum að hafa góðan, traustan grunn fyrir jarðfræðina, en það eru líka valnámskeið í boði á 3. ári. Mikilvægur þáttur í jarðfræðinni eru námsferðir, bæði innanlands og utan. Og á 3. ári þá eru áhugaverð BS-verkefni í boði. Samsetning námsins þannig að á 1. og 2. ári þá eru stoðgreinar stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði. Og skyldufög í jarðfræði, þau ná yfir öll árin og eru meðal annars í jarðefna- og bergfræði, setlagafræði, jarðsögu, fjarkönnun, jöklafræði, eldfjallafræði, kortlagningu jarðlaga og námsferðir eru mikilvægur hluti. Valnámskeiðin, þau eru mest á 3. ári. Þar það lokaverkefni, orka jarðar, grunnvatn, jarðhiti, jarðskjálftar, umhverfisbreytingar og veðurfar síðustu ármiljóna og námsferð erlendis. Lokaverkefnið, það valfrjálst á 3. ári, þar af því að þið hafið gott val á 3. árunum til að stilla námið af eftir ykkar áhuga og þörfum. Ef þið takið þetta verkefni þá það 10 einingar. Það unnt að velja verkefnið á breiðu sviði innan jarðfræði og það unnið undir leiðsögn umsjónarkennara í öllum tilvikum. Hvers vegna jarðfræði? Viltu vita hvernig jörðin var til? Hvað flekakenningin eða hvað orsakar jarðskjálfta? Langar þig að skilja hvernig hægt að nýta orku og auðlindir jarðar? Viltu vinna fjölbreytt verkefni undir handleiðslu helstu sérfræðinga landsins í jarðfræði? Hefur þú gaman á að safna gögnum, mæla og reikna? Viltu geta valið úr fjölbreyttu úrvali námskeiða á þínu áhugasviði? Langar þig að möguleika á krefjandi framtíðarstarfi? Ef að svörin þessum spurningum eru já, þá áttu að skráðu í jarðfræði. Og það þannig að í grunninn, ef þú hefur áhuga á náttúru Íslands, þá jarðfræði auðvitað alveg frábærlega spennandi kostur. Hvað tekur við að námi loknu? Framhaldsnám, við bjóðum upp á framhaldsnám að námi loknu og það eru margir sem fara í það og margir nemendur. MS-nám í jarðfræði 2 ára rannsóknartengt framhaldsnám og í grunninn eru 2 kjörsvið, það jarðfræði, annars vegar endurnýjanleg orka og jarðhitavísindi. En það sem skiptir kannski miklu máli að það möguleg sérhæfing á mörgum sviðum. Þarna tækifæri til að ná sérþekkingu á því sem þið hafið mestan áhuga á. Það jarðefnafræði, bergfræði, eldfjallafræði, jarðhitafræði, jöklafræði, fornloftslagsfræði, fjarkönnun. Þetta getur verið ákveðið áhugasvið sem þið viljið taka lengra og þá upplagt að gera það í MS-námi og í grunninn það þannig að það að verða býsna mikilvægt að ljúka framhaldsnámi. Hvað tekur við að loknu námi? Hvers konar störf geta jarðfræðingar farið í? Þau í rauninni alveg ótrúlega margvísleg og jarðfræðin farin að snerta fleiri og fleiri þætti mannlífs og bara almennt þróun næstu áratuga tengt loftslagsbreytingum til dæmis og
viðbrögðum okkar við þeim byggjast mjög mikið á jarðfræðilegri þekkingu og jarðfræði verður mjög mikilvæg. Ég hugsa að mikilvægi jarðfræðinar aukist á næstkomandi árum. Störfin geta verið meðal annars á sviði umhverfismál og umhverfisvöktunar. Það eru margir sem vinna þar. Auðlindakönnun, hún mikilvæg og á mismunandi formi. Hérna snýst það mikið um jarðhita og vatnsafl. Síðan það náttúruvá og almannavarnir. Þið sjáu náttúrulega þegar að eldgos verða þá jarðfræðin mjög áberandi. En það fleiri náttúruvá, skriður, jarðskjálftar, þar sem jarðfræðin mikilvæg. Iðnaður og verklega framkvæmdir, eins og vegagerð, jarðgangnagerð, byggingar og fleira. Jarðfræðingar hafa margvíslega aðkomu að svona framkvæmdum. Jarðhiti og orkumál almennt, græn orka, hvernig ætlum við að nýta jarðhitann sem best, hvernig eigum við að leggja línurnar í því að nýta landið okkur þar sem við verðum að velja á milli sjónarmiða náttúruvernd og nýtingu. Nýja lausnir í umhverfismálum, það klárlega vaxandi geiri hjá jarðvísindafólki. Hafsbotnsrannsóknir, þar vildum við kannski sjá meira gert í framtíðinni. Rannsóknir á hafsbotni mikilvægar, ótrúlega spennandi. Leiðsögn ferðamanna, það sérstakir áhugahópar sem margir ferðamenn hafa áhuga á jarðvísindum. Kennsla á framhaldsskólastigi, það sumir sem fara þangað og það margt fleira í boði. Nú, hvað mikilvægt í háskólanámi? Það meðal annars að vera hluti af þessu háskóla samfélagi og njóta þess að eiga samskipti við aðra nemendur á sama fagsviði en líka almennt vera háskólaborgari. Félagslífið innan jarðfræðinar og jarðeðlisfræðinar, það býsna öflugt. Nemendafélagið Fjallið sér fyrir skipulögðum vísindaferðum til fjölda fyrirtækja sem starfa innan jarðfræði, jarðeðlisfræði, landfræði og ferðamálafræði. Og hvað vísindaferðir? Það að kynnast ýmsum starfsgreinum sem nemendur getur stefnt á í kjölfar námsins. Og það skipulagðar fjallgöngur og fjölbreyttir viðburðir, til dæmis skíðaferðir, árshátíðir, haustfagnaðir og fleira. Og það heimasíða fjallið.hi.is sem þið skulle endilega kíkja á. Nú, hvar farið meiri upplýsingar? Vefur námsbrautar, hi.is /jarðfræði. Kíkið endilega þangað til að sjá hvað námið snýst. Og síðan þetta nýta þjónustu, nemendaþjónusta verkfræði og náttúruvísindasviðs öflug. Þú getur farið í netspjall, þú getur sendt tölvupóst, þú getur hringt. Síðast en ekki síst, spurðu nema námið. Í nemendaspjallinu getur þú spjalla við nemendur á þeirri námsleið sem þú hefur áhuga á. Kíktu endilega á þá möguleika, það að gera að spyrja spurninga sem kom upp í hugan. Og þá ætlum ég bara þakka fyrir, endilega að sækja á hi.is ef þið hafið áhuga. Takk fyrir.